Fiskiríði búið að vera erfitt í slæmri tíð í vetur, en við fórum út í Sandgerði nú í vikunni þegar veðrið var gott og fylgdumst með löndun á þeim gula sem fór beint inn í hús og síðan eiginlega beint í flug. Jæja, það aldeilis vænn afli hérna sem þú ert að landa. Já, þetta var ágætt í dag. 6 tonn. 6 tonn? Já. En hvað, þetta búið að vera frekar erfitt síðustu vikur? Já, svona veðurlega síðan. Það er búið að vera erfitt að eiga við það. Þannig að það var ekkert að fara að ná í fiskinn? Nei, það hefur verið. Hvað þetta á marga bala? Þetta eru 15 krókar, það eru svona 30-500 krókar ballar. Hvernig fiskur þetta? Það eru upp í staðinni þorskur, bara mjög góðu þorskur. Og hvað er gert við fiskinn hérna? Er þið fastan aðala? Já, það er fiskvinnsla sem á bátinn, K&G hérna, Sandgerði. Og hvað? Bara flaggaði í fyrramáli og sendt út. Já, flaggaði í fyrramáli og sendt út. Þetta er bara sendt nánast spriklandi út. Já, nánast samdægus. Já. Hvar er það ná í þetta? Þetta var nú bara hérna stutt hérna fram á því Sandgerði, hálftímas tím. Þannig það er lítið fyrir þessu haft núna? Já, þetta er mjög þægilegt. Já. Og hvað eru menn bjartsýnir á að þetta sé svona, já, gefi vonum að verði eitthvað betra á næstunni eftir erfiða tíð undanfarnar vikur? Já, við vonum það fari að aukast fiskiríið, mars, já þegar líður á febrúar og svo mars og apríl. Við draugum þetta bara fljótlega eftir að leggjum þetta. Og það er svona? Já. Hvað þýðir það? Það er þá mjög mikið fiskiríið eitthvað? Þurfum við ekkert að bíða eftir þessu nánast? Nei, stoppum stundum í 2-3 tíma. En í morgun stoppum við ekki neitt. Okay. Er það ekki kjör aðstæður eins og maður segir? Jú, það er alveg ferskur, alveg nýr. Og hvað er þetta aðalega? Þetta er aðalega þorskur. Hvernig er stærðin á honum? Að þú spyrjum það? Þorskurinn er svona, þetta er ekki frá 4-10-15 kíló í dag. Jæja, við vorum að fylgjast með nýjum spriklandi línufiski komandi að landi. Hvernig vinnið þennan fisk sem var að koma hérna beint upp úr sjó? Og hann er bara flaggaður og í dag erum við að vinna inn á Írland og Kanada og einhverjir hnakkar fara inn á Frakkland. Þannig að það fer svolítið við það. Er misjafnt hvernig viðskiptavinir ykkar vilja fá fiskinn afgreiddan? Já, það er svona frekar, misjafnt eftir mörkuðum. Íranir, þeir vilja til dæmis mikið með róð og beini, flökin heil. Já, flökin er svona Kanada, þá erum við að gera þetta rólaus beinusflök og Frakkarnir að taka bara rólausan haka, svona stykki. Er flugfiskur aðalmálið í dag? Já, ég held að. Það eru bestu markaðarnir og fær bestir í afurðina. Það er svona, það færst mikið vöxt í okkur að vera með flugfiskinn. Er ekkert lát á í rauninni vinsældum þessarar vöru? Eru útlendingar, vilja þeir endalaust kaupa þennan góða fisk? Já, það er þeir hérna, það er helst ef að kemur mikill fiskur frá Noregi eða öðrum ríkjum að þá hérna svona bremsast aðeins hérna salan, en að öðru leyti er þetta bara mjög gott og helst inni sko. Hvað eru þið að vinna hérna í fyrirtækinu ykkur hérna í Sandgerði? Er þetta eingöngu flugfiskur eða hvað eru þið að gera annað? Já, við erum að reyna að stýra öllu sem getum í flug. Síðan erum við að taka sprautusalda svona stærstu flökin sem þorskflökin og síðan erum við að svona lausvista svona afurð sem við náum ekki að setja í flug. Og þið eru hérna í makrílum á sumrin eða hvað? Já, við höfum verið að setja bátan okkar á makríl og frista það, lausvista þá vöru og selja þá annarkvort vestur hafið eða til Úkraínu þessar sem eru að kaupa þetta. Þið stofnið fyrirtækið 1998. Hvernig er svona starfsemin, hvernig gengur þetta hjá ykkur og hvað er það að framleiða mikið? Okkur gengur bara þokkalega vel. Við erum að framleiða afurðir úr 2000 tonnum á ári og eru þið að kaupa það á markaðnum eða eru þið með eigin báta? Já, við erum með 2 báta. Darra E75 og Pálun Ágústsdóttir, GK1. Og það er svona, ætlum við séum ekki svona cirka veið á 1000 tonn og kaupa 1000 tonn á fiskmarkaðum. Hver er
Er það þá hagkvæmara fyrir ykkar rekstur að vera með eigin báta eða er þetta gott í bland? Þetta er mjög gott í bland og náttúrulega mjög gott að vera með eigin báta upp á það svona að reyna að minnka sveiflunar. Fiskverð á mörkuðum geta orðið mjög há og í raun og veru kannski eiginlega útfram svona raunverulegt markaðsvirði fisks. En nú tíðin búin að vera erfið að undanförnu alveg frá því byrjun desember, maður heyri það á mörgum. Hefur það ekki áhrif á svona rekstur eins og hjá ykkur? Jó, það er náttúrulega þegar tíðin er sem búin að vera en samt hafa bátarnir geta komist alltaf skjótast á milli bræla og náða að koma með fisk í vinnsluna og þannig að það hefur lukkast vel sko. Þannig að þið hef ekki lent í vandræðum með að eiga ekki nægan fisk til að senda út? Já, en það er svona tvisar gerist það núna í janúar en að öðru leyti náðu að skaffa bara þokkalega vel sko. Hvað með kvóta? Kvóti er eitthvað sem að Íslendingar í sjávarútvegi tala, þetta er eitt af lykilorðunum. Hvað hafið þið verið að fjárfesta í kvóta? Já, við erum svona á síðastliðnum 3 árum við verið svona hægt og bítandi að bæta við okkur í krókaflamerkinu og það er svona alltaf, ég meina menn geta haft sitt álit á þessum kvóta en það er öllum frjálst að kaupa kvóta og hefja útgerð og þannig að ég segi sko það er bara frjálst val, ég meina í hverju við vilja menn fjárfesta og þetta fyrir sannarlega sama sem við erum að gera, það er að reyna að minnka áhættuna og kannski líka við höfum ekki mikið áhuga að verða mjög stórir þannig að við náum að fjárfesta þannig í svona frekar þá í innviðum fyrirtækisins sem að hentar okkur og þannig að Hvað hafið þið verið að kaupa fyrir mikið kvóta? Já, það er ekki núna komið bátar og kvóti svona vel á 2 milljarð sem við erum búin að síðastliðnum 3 árum og þannig að okkur er full alvara í þessu og kannski stundum mætti umræðan sjávarútveginn vera jákvæðari og kannski meira markaðsvæddari heldur en nokkuð tíman að vera að ræða endilega sko hver er að fara að veiða fiskinn sko. Þannig að þið eruð að halda upp í starfsemi, þannig að þið horfið jákvætt á þetta gagnvart kvótanum að þið eruð að halda upp í atvinnu í þetta? Já, og erum að sko hugsa til framtíðar í þessu, algjörlega sko, til margra ára, en það gríðarlega stór fjárfesting. Hvað með starfsfólk? Hvað eruð með mikið starfsfólki og eru þetta Íslendingar eða er þetta fólk sem hefur komið hingað og sækir í sig störf? Já, það er töluvert útlendinga, þetta eru Pólverjar og frá Filippseyjum og svona Íslendingar líka og við erum svona í Sandgerði erum við kringum 25 manns sem erum í þessari verksmiðju sko. Þannig að Og síðan eru þið með rekstur einhvers staðar annars staðar líka? Já, svo eigum við KG keypti síðastliðið sumar öll hlutabréfin í útgerðarfélaginu Hvammi á Hrísey og þar erum við með svona kringum 13-15 manns í vinnu. Gaffið þið ykkar deild þar í rauninni fisk héðan? Já, þar fjárfestum við líka í kvóta og erum að halda þar vinnslu gangandi og þar er fiskurinn flaggaður og unninn og eins og ég sagði áðan að þá er þetta kringum 13-15 mann sem eru þar að vinna fiskinn og það bara gengur ljómandi vel. Það hlýtur nú að þurfa vakan nótt og dag til þess að halda úti 40 starfsmönnum á launum og láta þetta allt saman ganga? Já, kannski hefur verið svona meira fyrstu árin sem að var mikið vinnuálag á okkur bræðrum en svo náttúrulega eru við bara umkringdir mjög hæfu og góðu starfsfólki sem eru að vinna með okkur alla daga og frábærum áhöfnum á báðum bátunum þannig að þetta dreifist nú á mjög margar hendur. Þannig að þetta þið njótið ykkar vel í þessu umhverfi? Jó, þetta er alveg það sem við kunnum og getum og bara þetta hefur bara verið að lukkast mjög vel hjá okkur í gegnum árin og svona hægu stígandi og bara við erum komin á þann stað í dag þar sem að ég hugsa margar dreymur þannig að við erum bara ánægð með þetta. Það er ekkert auðvelt fyrir unga menn í dag að byrja með rekstur í sjávarútvegi, eða það? Nei, það eru svona kannski þröskuldur á mörgum sviðum, það eru dýr fiskur á mörkuðunum og það er náttúrulega kosta sitt að koma sér inn í kvótakerfið. Þannig að
En það er alltaf leiðir og menn verða þá bara að byrja sko rólega og hægt og byggja sem bara hægt upp. Og ég myndi telja að samt væri hægt. En er ekki mikill kostur að vera með fyrirtæki hérna svona nálægt flugvöllunum þegar það er verið að senda svona mikið af þessu fest og í flugi? Jó, Sandgerði er alveg frábær staðsetning. Þetta er hérna alveg við hliðina á fiskmörkunum, erum hérna nánast niður á bryggju, örstutt í flugvöllin. Það eru mörg önnur sjávarútvegsfyrirtæki á svæðinu sem að gerir bara staðsetninguna mjög hentuga sko, eða það eru mjög margir í sama geira á sama stað og bara enn betri þjónusta og flutningskerfi hérna utan að landi bara mjög þjált og gott, þannig að þetta er frábær staður sko. En eitt svona að lokum, það er farið að nýta allt eiginlega úr fiskinum. Það er sem sagt, hvað getur við sagt, svona það sem er að gerast núna þessa dagana, að vera að nýta allt úr fiskinum. Hvernig gerist þetta hjá ykkur? Jó, við náðum að, það er að við erum að, sem sagt að, náttúrulega hirða hrognin og lifrina og beinin eru seld og þetta er sem sagt að, það nánast vinst 100%. Það er bara helst að ná að markasetja slori sem að, svona afgangurinn og það er helst að horfa til Grindavíkur og Kottland, það hefur komið og reyna að gera eitthvað business úr því. Og þetta er að fara til fyrirtækja hérna í nágrenninu? Já, lifrin er að fara hérna niðursjön á henni Sandgerði og beinin eru mikið að fara skinnfisk og Maggi Björgvins er að kaupa þorskbeinin og svo hrogni fara í hérna Royal Iceland, þannig að þetta er allt hérna innan svæðisins sko, þannig að það er jákvætt. Þannig að þið haldið uppi merkjum, Suðurnesja manna í sjávarútvegi og ætlið að halda því áfram? Já, svo sannarlega, það er bara rosalega gaman að vera í þessum geira og þegar vel gengur, þetta er bara mjög gaman og maður er stoltur af þessu að vera hluti af þessu í sjávarútveginum.